Jæja, þá komið að samantekt þessa frábæra dags. Við Helgi lögðum af stað í morgun hingað til Santiago og gengum 20 kilometra eitthvað það bil og veðrið var svakalega heitt og þetta segja það og ganga gekk bara vel, fín og skemmtileg ganga, ekkert út á það að setja. Var bara svona spenningur eins og var síðast þegar ég labbaði hingað inn í Santiago óneitanlega og maður svona þegar var að nálgast flautuleikinn og nálgast kirkjuna og allt það þá svona kom aðeins yfir mig einhver tilfinning var svona pínu meir og gaman að sjá allt fólkið á torginu við kirkjuna og við vonum þar í smá stund áður en við fórum og fengum okkur snarl en fórum svo á hótelið þar sem við gistum og hvíldum okkur aðeins og böðum og svoleiðis og en það var svona valla hægt að vera mikið úti, það var ríflega 30 stiga hiti, glampandi sól og svona í það mesta fyrir Íslendinginn að vera í. En við fórum svo seinni partinn af stað og búin að vera að þvælast í Santiago, skoða mannlífið, fara á tónleika og óvænt við vitum ekkert með hverjum, það þarf einhver að segja okkur það, ef einhver kannast við. Og já, bara dásamlegt að skoða mannlífið og fylgjast með og allt það. En á morgun ætlum við að leggjast að til Negreira í áttina til Finisterre. Það eru 22 kilometrar eitthvað svoleiðis og það spána áframhaldandi dálítið miklum hita. Ekki þó svona miklum eins og í dag en 25-8 gráðum eitthvað svoleiðis samt. Þannig að það verður heitt á okkur en við ætlum að taka því bara rólega og ganga kannski hægar en við gerðum þessa síðustu 2 daga og stoppa bara á leiðinni en svo sjáum við til bara. Gamlir hér að skoða bara hvort það eitthvað, einhver leið sem við þurfum að fara sem auðvitað en hann að finna út úr því. En þetta var frábær dagur og þið sjáu það að það eru þarna nokkuð myndbönd og myndir sem ég tók á leiðinni. Þangað til á morgun. Jæja, góðan daginn. Þá erum við skotið hjá lögðastað frá Pedroso til Santiago í Compostela sem verður skemmtilegur áfangi. En þetta ekki búið þó við förum þangað þó það sé sannarlega áfangi. Þetta rétt tæpi 19-20 kilometrar eitthvað svoleiðis í dag hjá okkur og það spáir verulega heitu upp í 30 gráður eins og ég sagði gær. Þannig að það verður heitt á okkur í restina að ganga. En það nú bara allt í lagi meðan það ekki rigning, segi ég nú bara. Maður getur alltaf aðeins að fækka fötum. En við erum þokkalega og hann allavega til í slaginn síns mér. Þannig að þá getur næst. Hérna er risastórt svona albergi rétt áður en maður kemur inn í Santiago eða svona dálítið áður. Og við erum farin að sjá hérna aðeins inn í borgina. En
Það nú dálítið spott eftir enn 4 kílómetra líklega eitthvað svoleiðis. Allt að koma. Jæja, gott fólk, þá nálgumst við þetta sem að flest sem að ganga Jakobsveginn bíða eftir. Þið sem að hafi gengið hingað til Santiago de Compostela, þið kannist við þetta hljóð. Og hvað býður einhvern veginn? Handa við hornið? Ekki laust að hann hafi verið pínu viðkvæmur. Ætlum bara alveg að játa það. Þetta er búin að vera dásamlega vegferð. Hér er fjöldi manns, enda eins og ég hef sagt áður, það er sjaldan verið svona margt á ferðinni að ganga hérna síðasta spölinn. Þessi mikilfenglega kirkja. Verst að ég á 90 km eftir, annars hefði ég örugglega keypt með bolla. Já, gott fólk. Þetta fólk sem er að spila hérna fyrir okkur og ganga með er í öllum þessum búningi og fíneríi í 31 stiga hita. Það er alveg ótrúlegt en frábært. Við erum semst hérna eins og þið sjáið á torginu góða. Svo er þetta að fara í túr í svona. Þetta er ekki fyrir krakka sko, bara fyrir alla, helgi þanga. Hann er ekki að labba meira í dag.
de donde crece la cualidad. No soy penitenciero, tengan los versos de mi alma. Dice